Jó hó hó, gleðilegan desember, hæ. Þið eruð að horfa á beina útsendingu. Nei, hún er nú ekki bein þegar þið horfið á þetta. Þetta er útsending úr sennilega flottasta listastúdíói Siglufjarðarbæjar og hreinlegasta. Það er bílskúrinn þar sem töfrar systrabanda verða til. Ég er að reyna að nýta birtuna. Ég vona að litir skili sér því að sólin náttúrulega bara löngu farin að baka fjöll og kemur ekkert aftur fyrir bara í loki janúar. Þannig að þú veist, við erum bara að nota það sem við höfum. Ég horfi hérna út í gluggann, ég er að horfa hérna á fjöllin. Ég sé það núna, það er ekki orðið dimmt. Eða þú veist, ekki lengur dimmt. Ég ger ekki alveg grein minn hann á milli. Heyrðu, ég ætlaði eitthvað að fara mikla fyrir mér að lista upp allt sem ég er búin að gera síðan ég tók upp síðast. Ég hef ekki hugmynd hvenær ég tók upp síðast eða hvað ég er búin að vera að gera, þannig að við skulum bara vinda okkur í þetta, er það ekki? Við þurfum ekkert að kynna okkur neitt meira. Ef þú rataðir inn á þessa rása þá veistu líklegast sirka út í hvað þetta fara. Ef ekki þá bara, þú veist, ég ætla að segja Guð hjálpi þér en já, kannski gera það bara. Heyrðu, ég er búin að vera að prjóna smá og við ætlum bara að tala það í dag. Ok, afsaki, ég fattaði þér að gera svona. Ég er svona bólgin á vörinni. Þannig að ég fengið mér svona lipfiller í neðri vörina. Bara I wish, eða bara þetta hefði farið í efri vörina á mér, það hefði verið rosa næs. Við auki minna vorum að þess að fýblast eitthvað í gærkvöldi og hann skalla á úr mömmu sinna. En tennurnar voru fyrir hann og ég fikk bara sára og bólgu. Það sér ekki neitt á honum, hann fór ekki einu svona að gráta. Ég er búin að klára þessa. Ég ætla bara í henni og hún er ómögulegt að sýna þetta maður. Svona aftan. Þetta er ég er rosa ánægð með hana. Þetta er Tulip Sweater. Tulip Guernsey eftir Midori Hirose og hún er úr Brooklyn Tweed garni, yfir hætti framleiðslu. Rosalega skemmtilegt garn. Prjóna sem næstu því sjálft. En ég man ekki alveg hvort ég var búin að segja frá því hér að Sveina vinkona minn, hún hafði keypt sér þetta garn og var byrjuð á þessari peysu og komin svona hingað á framstykkinu þegar hún fattaði að hún fílaði litin ekki alveg á sér. Og ég bara var óvart í garni gangi þegar hún kom með garni neyri til að vera að spáði hvað hann að gera við það og gaf mér að segja bara. Þannig að ég bara hélt áfram með sömu peysu og prjónaði restina af henni. Rosalega skemmtilegt munstur. Þetta eru náttúrulega, þú veist, þetta náttúrulega er kaðlamynstur en þetta er rosa fallegt. Það er option í uppskriftinni að hafa hana sem sagt með rúllukraga eða bara svona boatneck og ég valdi að klára hana bara með svona boatnecka því að mér finnst ekkert æðislegt að vera með eitthvað svona upp í hálsinn sem er ekki valfrjálst að taka niður. Valfrjálst, eins og þessi ekki allt valfrjálst þegar kemur að klæna, jæja. Hún er prjónuð á prjónu númer 5,5. Minn er auðskrifti, segja mér þess að bara 5,5, veit ekkert hvort ég var með rétt að prjónfesta því ég tók bara við þessu, það sem þetta var. Prjónaði stærð large, sem er bara rosa fín, þú veist, hún er ósæst og er náttúrulega drop shoulder en ég held ég hefði ekkert viljað hafa hana minni. Ég fór með, held ég hafi verið með 6 stokkur af Brooklyn Tweed sem er 50 gramma
dokkur en er alveg svolítið duglega að því að þetta svo létt ull. Þetta einhver amerísk ull. Ég glemdi því nú inni en ég keypti mér Brooklyn Tweed í Weekender peysu eftir Andrea Maury. Sama gat nú í upprunalegu peysuna hennar og fekk það lenti bara í því að það var til í storkinum í peysumagni á 30% afslætti. Þannig ég var ekki að fara að skila það eftir. Ekki séns. En það bara grátt. Það er ekkert, það er ekkert skemmtilegt, sko. Ég á potið aldrei eftir hann prjónda því þetta er grátt en það er alltaf. Við finnum eitthvað út af því. Þetta er það eina sem ég er búin að klára núna sem að ég man eftir. Ég er búin að vera svolítið mikið að prjóna í mörgu og ekki klára neitt. En ég var rosa ánægð með að klára þessa peysu. Ég fekk alveg svona með það. En ég ætlaði að sýna ykkur eitt klár síðan í sumar, ég átti eftir að sýna ykkur. Og það er Johi Locatelli hipster sjál. Og þetta er, nei. Hverju í jævlanum sullaði yfir mig? Þetta er hart, þetta er örugglega sósa eða eitthvað. Ja, ég þarf að þvo þetta. En þetta er hipster sjól, alveg geggjað. Það er prjónað upprunalega úr að mig minnir Tíbet. Mayak Fibers, grófari Tibetan Cloud eða eitthvað. Og ég gerði þetta úr, geggjuðum grunni sem ég tók inn, sem er merino og hör. Og þið sjá hvítu flyksunar, þetta er hörinn. Því hann litast ekki með. Þetta er sami grunnur og fingering merino og hörgrunnur minn. Nema bara grófari. Þetta er, hann segir að þetta sé aran grófleiki. Það eru 180 metrar í 100 grömmum. Og þetta er sturlað gagn. Ég bara fór með þetta að Blönduósi. Ég prjónaði þetta áður en að ég fór að prjónagleina að Blönduósi. Fór með nokkra liti og fór svo með það í Seúl 67 sem ég með svona gattstand. Þennan á Siglufirði og það bara seldist allt í sumar. Svo var ég bara pantaði inn meira af því og ég var bara núna að komast í það að lita eitthvað smá af þessu. Þannig ég vildi sýna ykkur þetta sjál voru, það er náttúrulega dálítið massíft og dálítið langt. Þetta voru 2,5, tæpa 3, nei ég held að það hafi verið svona 2,5 dokka cirka. Og þú veist, ég kemur alveg, ég get gert svona og svona. Þannig að þetta er alveg vel massíft sko. Og mér langar rosa mikið til að gera eitthvað svona, þú veist, mér langar til að prófa að því að þetta fellur svo, þú veist, hörin er þyngri. Þannig að það er svona gott dreip í þessu sko. Þannig að mér langar pínu til að gera eitthvað svona vestistopp, eitthvað, þú veist, laust prjónað. Bara leyfi svo að bara svona utan yfir flík. En ég gerði nokkra liti sem ég er að fara að vinna í að mynda og setja inn í vefverslun. Ég pantaði mig svona, það er mjög erfitt að mynda þegar engin dagsbirta. Og ég pantaði mér af Ali einhvern svona ljósakassa studio box lítið. Ég á svona sem ég var að taka en það er ekki innbyggð ljós í. Þannig ég ákvað að prófa þetta og ég á eftir að pröfa að taka myndir í þessu. Ég ætla að fara í það núna eftir og sjá hvort það verði eitthvað líkt. Af því að ég gerði nokkra liti í þessu sem að fara inn á vefverslun á eftir
örugglega áður en að þátturinn kemur út. Og þetta eru þeir. Ég gerði annað hátíðsegi. Ég gerði Extra sem sami litur og ég með í Sjalinu. Ég gerði Greniskó og Tivoli og þessi fær kannski nafn, ég ekki alveg viss. Það var bleikur sem ég yfirlitaði því ég var ekki alveg ánægð með hann en hann kom bara vandræðalega vel út þannig að kannski ég veit alveg hvernig ég gerði þetta sko, kannski bara geri ég það aftur. Og Rökkur, hvað langt síðan ég lita Rökkur, alltaf ég gorgeous litur. Þannig að þetta eru þeir litir sem ég gerði núna. Ég fór aðeins inn á Ravelry að fletta og mér langar svolítið að gera þú veist, ég er búin að vera að hugsa svo mikið einhvern svona lausan topp. Svo myndi ég allt í eftir ég sá einu svona, það heitir, veit ég með svona, ég skrifaði niður í dag, hvort sem ég trúi ég ekki. Lange Linear Wrap, ég set mynda í það er sem sagt, það er úr aðeins fínna garni en þetta er eitthvað svona alpaka bómull að blanda þannig að þú veist, ég held að sé svolítið puffi og það eru, þú veist, prjónfestan er alveg 18 lykkjur á 10 cm, þannig að, og hvað skrifaði ég meira? Já, ég reikna út, ég þyrfti 2,5 svona í þetta, í minni stærð. Þannig að þú veist, 3, mestalagi 4 í stærstu örugglega. Og það á ekki að vera neitt mál að ná 18 lykkjum á 10 cm í þessu garni. Geti bara komið mjög flott út. Annað sem ég sá var, og hef oft séð áður og pælt í, það er bandana kál, Pearl Soho, fríuppskrift. Rosa basic, bara væri mjög gaman þyrfti það bara eina dokku af meira en hör. Það var sko 16 lykkjur á 10 cm og prjónu nummer 6 gefið upp og bara rosa svipaða grófleika á þetta, þannig að ég hugsa að maður gæti bara nánast fyllt uppskriftinni. Þó þetta verði eitthvað aðeins lausara eða aðeins fastara skiptir ekki öllu máli. Og svo var eitt annað sem ég sá sem að veit ekki alveg hvort það myndi virka með þessu garni. En jú, væntanlega því að þú veist, þetta er bara hálstöð, skiptir ekki máli. Já, nei, ég hugsa að skipti engu máli. Það heitir Cassidy Rose og ég set myndaði hér. Þetta er sem sagt, já, það eru 20 lykkjur á 10 cm sem er reiknað með, en andlega skiptir engu máli þó þetta sé aðeins breiðara eða ekki. Maður bara prjónar og passa sig að taka saman í endan áður en maður er búinn með garnið. Og þetta er svolítið skemmtilegt þú veist, kaðallinn á endanum á þessu. En ég er ekkert búin að skoða uppskriftina neitt, ég veit ekkert. Ég sá þetta bara. Þetta gæti líka svínvirkað í að gera sér eitt bellusjál eftir Sunnumaríu. Ég notaði 2-falt meira en á nylon fingeringi mitt, og þetta er, þú veist, þetta er basically 2-falt fingeringi garn nema single ply, þannig að þetta er svona aðeins meira plimpað, aðeins meira puff. Og eins, þú veist, saman með það sjál, þú veist, maður geti gert svoleiðis sjál úr 2 svona dokkum, þú veist, í sama litnum. Eða bara sitt hvoru litnum, eða allt hafa half and half. En það datt inn. Og þá bara prjónar úr annarri dokkunni, eigur út, og svo bara tekur saman með hinni dokkunni. Það var líka mjög sniðugt. En allavega, þetta var mér nú hör aðran randið og ég náttúrulega bara elska þetta garn. Næsta sem ég fitja upp á verður eitthvað úr þessu, held ég. Það er ekkert víst. Að ég er aðeins að fara í ferðalög framundan. Ég þarf að fara, við ætlum að vera á Tenerife jólin, eins og margir kannski.
og áramótin, öll tengdafjölskylda mín. Við höfum gert þetta áður, bara sjúklega næs. Svo fylgi ég elsta syninum í æfingaferð á skíðum. Já, og svo náttúrulega var ég löngu búin að bóka mig til Farnham á Unravel Festival í febrúar. Þannig að það eru nokkra flugvélastundir framundan, þannig að ég, þú veist, örugglega eftir að fitja upp á einhverju. En núna er ég að vinna í, hvað heitir hún? Hutch. Þetta er húfa, 3D-prenta prjónamerki hérna. Það er svona, kemur svona opað. Ég dúta mía. Já, þetta er hjarta. Það var jóladagatalinn í fyrra. Og ég er að prjóna þetta á 3. Ég er með 3 mm prjóna, það er örugglega stærri uppskriftin en ég notaði minni. Þetta er bara Merino Nylon DK frá mér. Muni eftir í síðasta þætti þegar ég var að tala með að mér fyndist ég hafa þæft aðeins vínrauðalitur sem ég var að gera. Þetta er sissuliturinn og þú veist, ég hafa þannig að mér fannst ég ekki geta selt hann. Þannig ég ákvað bara að prjóna hann húfi og staðan er bara hérna. Þetta er bara svona frekar þétt hérna ribhúa og ég ætla að gera lengra. Það var að gera hana bara svona bíni eða gera lengra stroff sem það brýtur upp á. Og ég ætla að hafa lengra stroff sem það brýtur upp á, brýtur. Af því að ég með svo viðkvæm eyru. Og þegar ég sagði brýtur á mynda mig á að ég ger alltaf grína með systkini mína því að bróðir minn heiti Gretar. Og ég átti alltaf rosa erfitt með að segja R. Ég var í R-hóp í leikskóla og svona. En það bara pínu erfitt með þetta. Þannig að alltaf þegar ég var að kalla á Gretar og þá kom alltaf Gretar! Ljótt að gera grína þessu. Ég lifi alveg með þessu í dag. Heyrðu, það er ekkert meira að segja um þessu húfu held ég. Nei, bara ekkert meira, þetta er bara húfa. Svo er ég að vinna í Kópuk kofte eða Kópuk cardigan. Ég er komin allt og stutt með hvað langt síðan ég fytti upp á henni. En þú veist, aftur við bara lifum með því. Ég er nefnilega, þetta er þar sem hún opnast. Munstrið er svona hérna, ég ætla að setja vasa. Þess vegna er þetta hjálparband, af því að mig langar að hafa vasa á henni. Þannig að ég komst að því að ástæðan fyrir að nota uppáhalds jakkapeysunum mínu svo mikið er að hún er með vössum. Þannig að það fara vasar innan á og það er svo mikið mikið að frétta, nema ég er bara komin í blálitinn og svo er ég með hérna 2. Sko, í munstrinu kemur, þú veist, fleiri litir hérna. Herri, ég er með litina hérna. Ég ætla bara, þú veist, ég ætla bara að ná í það. En ég er ekkert vissum að ég nenni að edita þetta úr, þannig að þið bara verða að lifa með því. Ok, af því að hér kemur garnið. Með svona karrígulan og svona alveg dökkbláan. Og 1, 2, 3, 4, 5, var einhver annar? Held að séu bara þessir. Já, jú. Þannig að þetta verða hinir 2 litinu sem koma í aðeins minna magni í þetta munstur. Þannig ég held bara að hún verði mjög geggjuð og ég verð að fara, þú veist, þetta er svo, þú veist, ein umferð er ekkert svo margar lykkjur. En það er djöfulli leiðilegt að prjóna þetta munstur. Það er svo langt á milli lykkja sumstaðar og ég er alltaf að, þú veist, ég er alltaf að þurfa að grípa hérna garnið. Þú veist, hver einustu umferð þá er ég að grípa garnið alveg bara 1.000.000 sinnum. Ég veit ekki hvort það sést, ég vil þetta vel gert hjá mér. Ha?
Wow. Ég er bara svolítið dugleg. Dugleg teppa. Herru, já, og þetta er peysa eftir hana Lincoln Neumann og ég er að nota Hillesvåg, norska ull, Hillesvåg blóni, rosa þykk ull sem ég fekk í Garn í gangi, norsk pelsull. Þær eru að hætta með hana og restur af henni er á einhverjum mega afslætti. Þetta er geggja garn og ég held að eina ástæðan fyrir að þær eru að hætta með hana er að þegar Íslendingar voru komnir í þennan grófleika að þá keyptu þið frekar Álafosslopa bara að því hann er ódýrari. En þetta er Álafosslopi að geggjar en mér fannst spennandi að prjóna með þessu. Ég myndi reyndur örugglega frekar fara sko í tvöfaldan plötulopa. En það er allt annað mál, það er bara ég. Peysan hans Nóa mín gengur bara allt leið. Ég þarf nú kannski að klára hana áður en við förum í skíðaferðina. Haldið að það væri ekki dálítið vel til fundið. Nóu verður 12 ára í janúar. Í henni eru ermarnar tilbúnar báðar 2. Og það er svo að sé á einhvern spagettímann. Þetta er alveg, þú veist, þetta er ekki að mjótt og það lítur út fyrir að vera. Þetta eru bara ermar, bara freestyle. Ég setti reyndar inn í hvað heitir það? Knitable. Þú veist, þá tók ég var ekki búin að mæla mína prjónfestu með garninu. Ég tók bara prjónfestuna sem stóð á dokkunni. Og cirka máli sem ég vildi hafa á þessu. Og fitjaði bara upp það og það bara gekk, skilur. Annars hefði ég náttúrulega bara rakið upp og byrjað upp á nýtt. Ég gerði það saman með búkinn. Bara basic beit búkur. Sorry, ég er með ull uppi mér. Bara sama garni, bara stróf og búkur. Ég hugsa, já, eftir að prjóna svona, hann er ekki rosa búklangur, það er alveg fæthendur á hann sem eru búin að vaksa óendanlega mikið núna. En, já, ég hef eftir einhverja 20 cm örugglega áður en ég fer að, 10, 20. Áður en ég tengi þetta saman og berustykki verður bara laska úrtaka. Bara frekar basic. Garnið heitir Cloud og er frá Lang. Æðislegt garn, það er svo mjúkt. Og það er komið núna í þessi sami grunnur. Ég man ekkert hvað það heitir. Sko þetta er þetta marglita. Kemur svona í 100 gramma boltum. Það er komið núna frá Lang. Það er með eitthvað annað nafn, það heitir ekki Cloud en er sama, er í rauninni sama garntegundin, bara innleitt. Og það er alveg geggjað líka. Og var svo gaman að gera sko, röndótt, kannski frekar stóra rendra sem var með innleita rönd og svo marglita á milli. Það var eitthvað. Ég get kannski keypt þetta innleita fyrir að Nökkva minn því að ég keypti sér svona röndótt fyrir það alla í mismunandi litum. Og jú, hann fannst nú litinir sín allt í lagi en hann var bara ekkert alveg að langa í svona röndótta peysu sko. Hann er svolítið svona, ég að segja, hann er dálítið meira boring í litavali en bræður sinir. En hann er meira svona jarðbundinn í litavali, hann vill örugga liti. Já, mjög mikið í svörtu. Alveg í, það er hlægið, þú veist, hann fer í bleikt og grænt og allt. En það er það helsta að það eru fótboltabúningar. Það er eiginlega skilyrðið, sko. Nema honum þetta sjálfum í huga að fara eitthvað að gantast, að þá klæði hann sig í búning. En gat fór að bytta hann gera það fyrir framan einhver aðra en foreldra sinna. Heyrðu. Þá er það glimmerdásemdin.
sem ég sendi nú inn á Instagram í gær. Sko, nú, ég ætlaði eiginlega að hafa þetta sem jólapeysu. Af því að stundum á kvöldin í útlöndum að þá verður alveg svona, þú veist, það verður alveg svona chili og ég á eina peysu náttúrulega úr, þetta er einfalt bustuð alpaka, bara frá mér, þetta er liturinn sveppi og þetta er einfalt svoleiðis og ég á eina peysu úr þessu, hérna grænu peysuna og ég nota hann svo mikið af því að hún er svo þægileg, þú veist, hún er svo létt og þægileg til að henda yfir sig ef það er ekkert mikið kalt. En hún hlýja manni samt, þú veist, svo vel eins og ef maður er í jakka, þú veist, ef einhverju vindheldu yfir, þá er hún ógeðslega hlý. Þannig að mér langaði að gera mér aðra svona, búin að vera aftur og fram, ég var að byrja á peysu sem að, þú veist, ég ætlaði bara að nota sömu uppskriftina, bara sleppa munstrinu, þá notaði ég krókin eftir Eddulilju, bara breytti gjörsamlega garninu og allt bara fylgdi lykkjónum á brunastarinu. Miklu lausara efni, sko. Og allavega, ég á byrjuð með, ég á með svona tvítgat, svona þráð og glimmerþráð sem ég var að halda með þessu. Og ég var eitthvað að skiptast á því ég var ekki með nóg af tvítþræðunum og mér varst glimmerþráðurinn ekki nógu spennandi til að vera einn og sér. Svo bara, en ég byrjaði samt og ákvaði að skipta bara einu umferð. Þú veist, gera bara einu umferð með tvít, einu umferð með glimmer. Svo var ég bara eitthvað, shit, maður nenni ég þessu. Jú, þetta er ekki. Svo náttúrulega bara fer ég í garn í gangi, algjörlega clueless. Þá náttúrulega eru þær bara komnar með hérna, þú veist, lang paillettes. Ég tala ekki ítölsku. Er þetta ekki ítalskt nafn? Segir maður paillettes eins og í spænsku? Eða segir maður paillettes? Segir mér, ítölsku snillingar. Jú, þetta er made in Italy. Þannig að þið verða að segja mér þetta. Hérna, þær eru bara komnar með þetta. Og ég er búin að dást svo að þessu. Af því að núna er ég svona nörd sem að horfa alltaf á Grocery Girls, hérna kanadísku systurnar. Og þær kalla þetta megabling sem er bara, þú veist, þetta er ekkert annað. Núna er ég ekki að horfa á ykkur, eða þú veist, myndavélina, ég er að horfa á paljettunar í myndavélinni. Oh my god. Hvað þetta er eitthvað annað. En það er kallað þetta megabling af því að það er einhver kanadískjala eða amerísk sem að er með hérna fullt af svona glimmergarni og kalla þetta megabling af því að það eru, sko, við erum að tala um það, ég held að séu 3 svona litla paljettur í hverju einustu lykkju. Þetta er sturlað. Ég ákvað að hafa þær ekki í strófinu. Bara ef þetta skildi vera eitthvað óþægilegt, en allavega þegar maður prjónar þetta með þessu, að þá finnur maður ekkert fyrir mig og mér finnst ekki. Ég heyrði að einhverju finnst ömurlegt að prjóna úr þessu, en ég finn ekkert fyrir því. Mér finnst það bara geggjað. Eða þú veist, já, ég er ekkert að pæla í eitthvað að þetta sé eitthvað annað en bara ef ég væri með gat með þessu eitthvað. Já, kannski aðeins sleipari, ég veit það ekki. En alpakkað er frekar sleipt í sjálfu sér, þannig að ég svo sem hefur ekkert mikið pælt í því. Tók ég nokkra lykkjur hérna, aðeins að veiða sér. Þetta er líka svona 3D-prenta prjónamerki. Ég fekk mér nýja lit í 3D-prentar. Fekk mér eitthvað svona spennandi. Þannig að ég er eitthvað, held ég verið næst á Garnival með bás, kannski verið með eitthvað. Ég setji saman eitthvað slatta af þessu. Jóladagatalið kom út, það er allir búin að fá dagatölun sín. Það á að byrja að opna 12. des. Þegar stekkjastur kemur, eins og ég sendi með dagatalinu, að þá er það ekkert sem er heilagt. Frekar en neitt annað. Fólk bara ræður hvað það gerir. Eina sem ég bið er að það sé ekki verið að birta myndir á samfélagsmiðlum á undan.
Þannig að við leggjum ekki fjörið fyrir þeim sem að actually ráða við sig. Það ekki ég, sko, nei. Hérna, og þannig að ég sé búin að vera að lita, bara leið og ég kom jóladagatalinn út að þá tók ég 2 bara svona mega litunardaga og svo þurfti ég að fara í, eins í bókhald þegar við erum sögð að skila á föstudaginn morgun. Og svo var ég komin aftur út í bílskur og búin að vera að sem ég kalla pakka. Það sérst að gera hespurnar svona og setja þar miða og gera það fínar. Ég litaði sérst slatta á merino nælon til að bara sýna ykkur litina rosalega hratt af því að þessir eru að fara í vefslun. Þessi heitir B&O að því þetta eru blár og órans og Bang & Olufsen, bara ekki spyrja hvernig hausinn á mér virkar. Þetta er one of a kind, já 4 svona, af því að þetta tók allar krukkur sem ég á komið með hérna á bekkinn, hópaði þær saman í rauða og bleika og bláa og brúna og græna, já rauða, bleika og gula og brúna, já, eitthvað. Ég allavega paraði þá saman. Þannig að það bara til 4 af þessum og 4 af þessum. Og þær koma aldrei aftur. Þetta enda rosa svona þetta eiginlega óvart svona jólalitir. Kannski þetta bara jólahespennar í ár. Ég veit ekki alveg hvort ég fer í alvöru jólalit. Kannski, ef ég nenni. Herðu, ég gerði Tivoli sem tiltrúlega nýr litur á merino nælon. Hann dálítið skemmtilegur. Og ég gerði Húba Búba. Alltaf vinsæll, ekki búin að lita hann í smá tíma. Og ég gerði Sturla Magnus & Gimli. Líka alveg bara tiltrúlega langt síðan ég hef litað hann. Hann sést yfirleitt ekki rétt á neinum myndavélum, en já, þetta svona nokkuð rétt. Og já, það komið. Ég gerði alveg duglega af Húba Búba og Tivoli og Sturla, fóð með eitthvað á standi niður í segli og restinni hérna. Ég ætla að reyna að fylla á aðeins í garni gangi fyrir jól. Ég heyrði, haldið ekki bara í þessu búin, eða? Það eins gott því að ég var alveg að fara að frjósa hérna. Mistu ykkur á Black Friday? Nei, bara spyr. Ég svo sem mistum ekkert. Við erum reyndar búin síðan í haust að ætla að fá okkur nýjan ísskáp. Og ákveðum að doka aðeins og nýttum tækifæri. Þannig að, jú, ég fekk mér nýjan ísskáp. En ég á búin að fylgjast með í 3 mánuði, sko, hvað verðið á honum væri. Ég ætlaði nú ekki að fara að láta plata mig með því að láta hækka eða eitthvað og lækka þessu. Ég var ekki með neitt Black Friday. Og jú, ég viðurkenni það nú, ég keypti einhverja jólagjafir. En ég þarf ekkert að kaupa rosa marga jólagjafir núna, bara fyrir systkinabörnin mín og svona. Þannig að, og það sko, dætur systkina minna eru að vera svo stórar að þær senda manni bara svona Óskar lista. Og maður bara svona, ok, skal kaupa þetta. En svo eru 2 yngri kríli sem ég fæði vel eitthvað skemmtilegt handa. Og ég ákvað bara að taka upp kveðjuna aftur, að því ég fór bara hvað að rambla. Verið sæl í bili. Bye!